Þetta var nú svolítið spennandi tíma hjá ykkur spurningi með úrslitakeppnina en það hafðist. Já, þetta var svona við náttúrulega spiluðum þarna leik við Hamar sem var upp á það hvort liðið í rauninni færi í úrslitakeppnina og við spiluðum feikilega vel í þeim leik. Þetta hefur verið stígandi hjá ykkur allar síðustu umferðir, er það ekki? Jú, það hefur verið stígandi í liðinu eftir áramót en það hefur verið svona sama vandamál svona í gegnum tímabilið að ná þessu stöðuleika. Við náum leikjum inn á milli þar sem við spilum alveg mjög vel og sýnum það að við erum bara eitt besta liðið í deildinni ef ekki það besta en síðan dettum við niður á að það bara hafa getað að tapa fyrir hvernig sem er og spila engan veginn og vel. Eitthvað var spáð efsta sætinu fyrir deildina fjórða sæti í deildinni svo niðurstaðan hvernig tæklið þetta svona hjá ykkur? Þegar tímabilið fer af stað og kannski fer maður ekkert að pæla í þessari spá meira byrjun á tímabilið okkar var engan veginn og góð, við töpum 5 leikjum í röð byrjun og svona eftir það höfum við verið svona aðeins meiri stígandi og við höfum verið að vinna fleiri leiki og þannig við höfum ekkert verið að velta því mikið fyrir þessu, við höfum bara reynt að hækka okkur upp töfluna og koma okkur í úrslitakeppnissæti og það tókst, þannig að það var fyrst og aðalmarkmið. Þið mætið miklu varnarliði og þið eru með 80 mjög flotta vörn sjálf, hvernig líst þér á þessa viðureign? Snæfellsliðið er bara alveg feikilega sterkt, það eru búin að vinna 25-28 leikjum, það eru bara búin að tapa 3 leikjum, það eru ekki búin að tapa leik í deildinni á þessu ári og það eru náttúrulega alveg rosalega sterkar og við þurfum að leggja þær 3 sinnum á velli sem er jafn oft og þær að hafa tapað í vetur þannig að það verður erfitt. Við erum að spila á móti rosalega sterku liði, bæði í vörn og sókn þannig að við þurfum að tjalda öllu til og við þurfum að spila okkar allra besta að við ætlum að ná fram sigurum á móti Snæfellsliðinu. Er ykkur líkil matchup þarna sem þú sér svona fyrirfram? Snæfellsliðið er bara gríðarlega vel mannað, þeir eru með góð leikmenn í öllum stöðum með ágætisbreytt og stjórna vel að ynga þannig að það er í rauninni ekkert eitt matchup, það eru bara með rosalega sterka liðsheild. Og á hverju myndirðu svona, ef þú ættir að setja í spámannsstöðu, á hvaða hlutum er þessi viðureign að fara, þessi stúrsluta viðureign að fara að ráðast? Það er bara klassíska, það er lið sem skora fleiri körfur og fleiri stig, það er náttúrulega vinnur og við þurfum að finna einhver ráð við þeirra varnarleik og síðan á móti þá þurfum við að spila góða vörn eins og við höfum náð svona á köflum á móti og kannski náðu leikluta. Við þurfum að reyna að ná meira en einu leikluta í leik. Við þurfum að ná heilum leik. Einhverja pælinga varðandi Keflavík og Hauka-seríuna, hvernig líst þér á hana og hvort liðið sérðu fyrir þér að fara áfram? Ég er náttúrulega lítið að pæla í því þegar maður er sjálfur í en svona bara utan að þá myndi ég telja að Haukar væri síðust ranglegri þar. Það er bara bráðhald. Já, það er bara þannig en það getur allt gerst.